Hvaða hlutverk myndir þú veist, svona drauma hlutverkið sem þú myndir vilja vera í framtíðinni? Vá, ég held að ég sé ekki með neitt eitthvað draumahlutverk. Ég held að ég sé, mér finnst nýju draumurinn minn bara að fá að vinna með og leika með vinum mínum. Já. Fólki sem ég finnst skemmtilegt. Og mér finnst mjög gaman að leika alls konar, þannig að það bara, getur verið bara, þú veist, ég ekki með neitt eitthvað draum sérstaklega að leika, þú veist, í myndið til Balsa Kormák eða í Hollywood-verkefni. Nei. Heldur bara, þá leika eitthvað, þú veist, skemmtilegt með skemmtilegu fólki, sko. Já, ég skil. Og það getur það þarf ekki að vera grín, það getur líka verið drama, en bara, það sé gaman á setti og gaman að gera þetta. Ok, já. Ef þú værir ekki leikari, hvað myndir þú vera? Sko, ég væri líklega það sem ég helminginn af tímanum sem höfundur. Ég skrifa rosa mikið og ég, þú veist, væri það eða leikstjóri eða eitthvað svona, en ef ég væri ekkert svona leiklistarteik, þá væri ég arkitekt. Vá, það er áhugavert. Já, ég hef alltaf haft mikið áhuga á því og það var svona plan B, sko. Nice. Hver eins og útflýtt og eitthvað, þá hann þá ætla hann en svona hægt í skólanum. Já. Hver uppáhaldsstaðurinn þinn á Íslandi? Góð spurning. Góð spurning. Uppáhaldsstaðurinn minn á Íslandi væri sko, þið eruð líklegast á uppáhaldsstaðnum minnum á Íslandi sem Pallett í Hafnarfirði. Og ég hef skrifað öll leikritin sem ég hef skrifaði ég á Pallett. Í alvörunni? Já. Vá. Og allar stóra hluta, sko, við Arnór vinnum allar rosa mikið á Pallett. Og Hafnarfjörður líka bara besti staður í heimi, sko. Já, þetta er rosalega kósí kaffi, sko. Já, ég er rosa glaður að þið séð að njóta þess. Og það er ferðarinnar virði. Já. Að fara allar í Hafnarfjörð. Við getum líka farið í sund í Suðurbæðalög, besta sundlaug landsins. Já. Hver er uppáhalds íslenska kvikmyndi? Herðu, það er góð spurning. Sko, ég finnst Bergdreymi mjög góð. Bergdreymi. Hún er með einu besta atriði í íslenska kvikmyndasögunnar þegar einhver gæi fer í partí og byrjar að lemja alla í kringu sig og það er verið að spila Too Late for Love með Tómi Andum. Og það er rosalegt. Annars Benjamin Dúfa. Ó já, það er held ég bara besta kvikmynd íslensk söguna, sko. Frábær, sko. Hún er, já. Við vorum sko, já ég held, þú varst líka. Þegar við vorum látið gera svona verkefni úr Benjamin Dúfu í 7. bekk og horfðum á hana þá og eitthvað. Þetta er rosalega góð bíómynd. Já, hún er frábær. Ég var að horfa á hana daginn, hún eldist svakalega vel og bara er frábær. Já. Ertu með einhverju önnur áhugamál fyrir utan leiklist? Þetta er mjög svipið og þannig hinn spurningin. Ég er með allt og mörg áhugamál. Þetta er ólíkt henni spurningu því að ég er mjög mikil áhugamaður í fótbolta en ég hefði aldrei getað orðið atvinnumaður í fótbolta. Nei, það er aldrei við einhvern veginn raunhæft. En ég fylgist rosa mikið með fótbolta og sko íþróttum almennt, ég elska íþróttir. Bara þegar fólk er að keppast þú veist, bara í einhverju. Já. Þá hef ég áhuga á því, sko. Síðan hef ég áhuga á bara, já, myndlist.
ég hef áhuga á myndlist og hönnun og fyrir öllu sem skapandi og ég hef eiginlega áhuga á öllu sem ekki skattur og lífeyrissjóður. Já. Þú veist, og hef áhuga á mér er svo gaman að læra mismunandi hluti, sko. Og heldur mér á tánum. Já. Já. Alltaf þegar ég fer inn í tímasetningu. Hvernig lítur svona venjulegu dagur út hjá þér? Herri, hann er dálítið svona, hann er smá chaotic. Smá kaotískur. Út af því að síðan ég eignaðist barn, ná ég 8 mánaða dreng, þá sef ég rosa lítið. Já, einmitt. Og málið er ég með smá ADHD fyrirfram og það að sofa lítið hefur bara aukið ADHD mitt í eitthvað rugl, sko. Þannig að þannig að ég er stórumbeður, en sko venjulegi dagarnir mínir eru bara ég er í mjög mismunandi verkefnum, það fer algjörlega eftir mánuðum, sko, hvað er bara, ég er að vinna í einhverju verkefni 1 mánuðin og síðan fer ég bara yfir í eitthvað annað næsta. Einmitt. Ég reyni að vinna bara frá svona 10 til 1 og eða síðan restina af deginu með fjölskyldunni, sko, með honum og konunum minni. Og já, ég held að það sé, ég veit, svona dagarnir mínir hafa í raun og veru, þú veist, þeir eru rólegir, þar að segja, ég geri kannski aðeins minna, þar að segja, ég geri minna vinnutengt þessa dagana. Já. En ég er samt rosa mikið á ferðinu, eins og núna var ég bara að fara og kaupa rosa mikið barnatengt og sækja þetta út á Facebook Marketplace og skila þessu og sækja þetta og alls konar. Þannig að ég er, dálítið mikið bara, ég er rosa mikið í alls konar. Já, einmitt. Já. Af hverju ákvaðstu að vera leikari? Því að, sko, það er góð spurning. Foreldrar mínir báðir 2, eru leikara, þegar mamma og pabbi. Og það byrjar örugglega bara mjög snemma þar, svona að, þú veist, mér finnst bara svo gaman að vera með þeim í leikhúsinu og svona fæm strakt áhuga á því. Og síðan fékk ég að prófa þetta smá ungur að leika og mér fannst eins og þetta væri bara svo skemmtilegt og ég var aftur að vinna bara með svo skemmtilegu fólki. Ég held því fram að skemmtilegasta fólk Íslands vinnur í leiklist, skilur. Já, alveg saman. Þannig ég ákvaða að reyna að sko, þetta er kannski aðalega það að ég ákvaða að reyna að vinna við það sem mér fannst skemmtilegt og mér fannst leiklist skemmtilegt. Og ég reyndi bara að halda því gangandi, þú veit. Geti ég haldið áfram að vinna við að skrifa, að taka upp, að klippa, að leika, að búa til tónlist, eitthvað bara, þú veist, eitthvað skapa. Einmitt. Og svona leiklist er svona einmitt hluti af því, þú veist, ég hef líka alveg, einmitt, verið að skrifa rosa mikið og búa til myndbönd og alls konar. Einmitt. Svo hvað er upp á hlutverki sem að þú hefur leikið? Eða þú hefur, já. Það er líklegast bara Janus í þáttunum 20 eitthvað sem er í sjónvarpinu núna. Eru þið búin að sjá það? Já, ég er allavega búin að sjá það. Ég er búin að vera svo... Já, ég á eftir að horfa, ég er búin að vera bara, ég er ekki búin að gera neitt. Þannig að ég er alveg á sama stað þú núna með ADHD mitt, að vera bara út að aka út því ég er ekki búin að sofa neitt. Eiginlega undanferðið, ég er búin að vera bara vakandi 24 klukkutíma með út af lokaprófum og verkefnum og eitthvað. Og ég er sko á kanínur og ég held að það er svona skynja það að ég á erfitt með að sofa, að það reyna að vera eins hávarar þar geta á nóttinni og ég er bara að henda þeim út, sko. Ég er gjörsamlega trillast.
En Eru þið eitthvað í leiklist eða? ég er búin að leika búin að fara á svolítið mörg leiklastanámskeið til dæmis og svona okkur stuttmyndum og eitthvað svona. En ekkert eitthvað svona stórt eða mikið, skilju. Nei, ég meina þannig byrjar það líka, skilur, maður byrjar bara að fara á leiklistanámskeið og bara svona byrjar að, leika sér eitthvað með kynnast fólki sem er líka í leiklist og eitthvað. Ég hef alltaf, bara frá ég var lítil, bara í leikskóla hef alltaf haft mjög mikið áhuga á leiklist og að leika og eitthvað svona. Já. Ég er meira bara svona fyrir aftan myndavélina, sko. Það er þægilegra fyrir mig. Hvernig gerir þið svona tilbúin fyrir ný hlutverk? Herri, góð spurning. Mjög góða spurningar, allt saman. Ég, það getur verið misjafnt, en oftast þá byrja ég að búa bara til baksögu fyrir hlutverkið. Og þá kaupi ég með litla stílabók og ég byrja að skrifa alveg á fullu bara inn í hana. Og það getur verið bara alveg, þú veist, ég byrja bara á ég heiti þetta. Ég er svona gamall, ég bý hér, ég vinn við þetta, ég er að læra þetta. Og síðan byrja ég að svona fylla upp í og þá byrja ég bara að spyrja þetta spurningum sem er bara, ok, hvar bjó ég þegar ég var 12 ára? Hvað var ég að gera þá? Og kannski, auðvitað náttúrulega byrja ég, ok, áður en ég gera þetta, þá les ég handritið bara mjög oft. Já. Býta aðeins. Ég kann engin númerið ykkur. Jú, 20, ok, ekkert, sorry. Hæ. Já, þessi síðumynd dó en ég náði að koma heim. Ekkert mál. Og ég var að svara hvað ég gerir fyrir hlutverk. Já. Já. Ég byrja að lesa handritið minnst að kosti 2 sinnum. Þannig ég skilji alveg nákvæmlega hvað bara skilji karakterinn minn og hvað höfundurum var búinn að skrifa og eitthvað. Ef ég get þá tala ég við leikstjóra. Já. Og tala svona hvað hann vill fá frá mér og frá karakterinum. Já. Síðan byrja ég bara að skrifa helling niður og bara fylla það inn og bara svara öllu spurningu sem mér dettur í hug bara karakterinn. Og bara það er betra oft að vera með stundum eru líka spurningar betra en svör. Það er að segja að það er fínt að kannski vera með svona mest basic upplýsingarnar skrifa niður en síðan geturðu það er spurning svona hvað finnst mér pabba minn? Já, einmitt. Þá er ekkert, þá þarfst ekkert endilega að svara því heldur, það er meira svona gott að velta því fyrir og getur kannski skrifa niður eitthvað sem kannski kom upp á milli ykkar eða eitthvað sem hvernig æskan var og eitthvað. Já, ég skil. Það er það sem ég gerir og síðan reyni ég að æfa mig ef ég er að gera leikrit þá auðvitað æfi ég mig með þeir sem er með mér í leikriti en ef ég er að gera bíó þá er það næs að geta fengið æfingar áður en maður fyrir það er ekki Einmitt. Og þá nú er bara þá bara leggur maður sér með leikarunum á móti þess Já. og ég nota bara sem ég lærði í leiklistaskóla. Já, einmitt. Til að leika vel. Já. Ok. Vona það hafi svarað spurningu. Ok. Já, það tekur meiri orku fyrir síðan minn að
vera í símtali frekar en það tekur inn að vera í hlæðslu. Já, einmitt. Já, allavega, já, rannsóknarspurningin. Já, hún er svona eiginlega meira hugsuð, þú veist, fyrir leikar sem eru kannski mikið eldri, skilju, sem voru svona mikið að leika þegar það voru ekki samfélagsmiðlar, skilju. Þannig að, þú veist, Þú voru minna síma? Já, voru minna, þú veist, síma og eitthvað. En, ok, hvernig er að vera frægur á Íslandi? Eða, þú veist, ein er þannig og ein er, þú veist, alveg fyrir til líka, skilju, eða, þú veist, já. Hvernig er eiginlega að vera frægur á Íslandi, þú veist, í dag? Er það eitthvað öðruvísi fyrir leikara núna út af samfélagsmiðlum og þessa pressu að vera alltaf í beinni sambandi við fylgjendur sína? Sko, góð spurning. Ég er ekki sko frægur og þú veist, ég er alls ekkert eitthvað þannig frægur að ég fái eitthvað mikið áreiti eða þú veist, kannski, það eru kannski nokkuð sem kannast við mig. Já. Og eru alveg, þú veist, aðdáendur og bara hafa svona, þú veist, fylgst með verkefnum sem ég hef verið í og hef gert og þú veist, fíla mig og þá er það bara rosa kurteislegt og þú veist, ég er ekkert eitthvað, ég veit ekki hvernig Sveppi Krull, hvernig daglegt líf hans er, skilur, sem er frægur. En það er bara fínt, ég meina, ég held að, sko, eina sem ég hugsa með samfélagsmiðla er bara þá, þegar ég aðeins að hugsa bara svona hvernig ég get nota þá til að auglýsa dótum mitt, margir leikarar og listamenn nota núna samfélagsmiðla sem bara svona auglýsingatól. Já. Það er bara mjög nauðsynlegt í vinnunni okkar að vera einhvern veginn sýnileg á samfélagsmiðlum, saman hvort þess að gefa út lag eða gefa út leikrit. Já. Þá þarf þetta að vera að hugsa stanslaust, ok, hvaða myndband get ég tekið upp til að sem er fyndið og fær áhorf sem mun auglýsa sýninguna mína. Einmitt. Hvað get ég gert með þessi ef það væri ekki fyrir það, þá væri ég líklega þættur á Instagram, sko. Já. En og maður er alltaf að hugsa sko, hvað getur maður gert til að nýta þetta platform. Já, einmitt. Þú veist, annars, maður hefur betri, maður kannski eins og bara núna, skilur, þið hafið greiðri aðgang að skilur, mér og öðrum leikurum að spyrja, skilur, hei, viltu koma að heita mig? Og þetta er svona kannski aðgangur sem er algengar á Íslandi heldur en í öðrum löndum, að þú getur bara haft samband við Sveppa Krull og verið bara, herru, ég er að gera myndband eða verkefni eða eitthvað, getur þú komið og hjálpað, sko. Og íslenski leikarar eru oftast, því að við erum á Íslandi er svona, að vera frægur á Íslandi er samt einhvern veginn bara eins og að vera frægur í hverfinu sínu. Það er enginn sem eitthvað fríkað út við að sjá. Nei, einmitt. Sjá, þú veist, Aron Kahn út í búð. Nei, einmitt. Það er bara svona frekar venjulegt, þannig að ég myndi ekki að segja að það sé einhver rosaleg breyting upp á sko einkalífið. Því Íslandingar eru kortið frekar til hópa virða einkalíf og eru bara, þú veist, frekar snakir sko með frægt fólk, sko. Já. Þú veist, ekki eins og í Ameríku sem að það er bara verið að elta og öskra á mann með paparazzi, skilju. Þess vegna fílar Justin Bieber að koma hingað, skilju. Því að það er enginn sem er að áreita þannig, sko. Nei, mitt. Já, þetta er nákvæmlega. Og svo, já, þú varst basically að svara henni núna, sko, í þessu. Hún er, hvernig er það að vera fyrir þig sem frægan leikara að búa á svona litla landi eins og Íslandi, þar sem allir vita hver þú ert, og er það ekkert smá, og er það ekki smá erfitt að eiga einkalíf? Nei. Það er bara rosa fínt. Sko, rosa huggulegt. Ég meina, þú veist, ég held að maður týnist miklu meira í smæðinni heldur en stærðinni. Ef ég væri frægur leikari í, segjum bara, London eða LA eða eitthvað. Já.
þá ég líka bara með, þá náttúrulega, út af því hvað þetta stór samfélag, þá meira fólk sem fjær mér og svona líta þess svona, líta ekki á frægt fólk sem alvöru manneskjur. Einmitt. Það meira paparazzi og meira einhverjar fréttir og slúður og það engin eitthvað þannig séð þannig á Íslandi nema sko, þú getur alveg fyrst mér búið til fræga svona persónu á Íslandi, en þú verður smá sko, listamaðurinn verður sjálf að sjá það, eða sjálfur. Já, einmitt. En svo skilur ef svona eitthvað bara Bríet til dæmis, skilur Bríet kemur alltaf fram og alltaf svona, þú veist, smá stjarna. Ég veit ekki margar sem hafa séð Bríet í eitthvað í joggingfötum út í Krónu, skilur við. Nei, einmitt. Þannig að þú veist, og þess vegna kannski aðeins meira svona, Bríet, þegar þú veist hana. Þú veist, og meðan skilur ég held að það séu til margir leikarar sem að, þú veist, bara Ólafur Darri. Já. Ólafur Darri oft bara eitthvað í, þú veist, sömu gömlu úlpunni sinni í sömu gömlu Krónunni að bara, þú veist, verslið fyrir fjölskylduna, skilur við. Já, einmitt. Og ekkert eitthvað, hann ekkert að vinna í því að vera stjarna í daglegu lífi, skilur við. Nei, þá kannski svona minna merkilegt að sjá hann ef það meikar sens. Já, ég skil. Ég veit það ekki, kannski ég bara að bulla, sko. Nei, það meikar alveg sens, ég skil alveg hvort með það, sko. Ég held að þetta séu allir spurningarnar, sko. Ok. Bara takk kærlega fyrir að taka tíman að tala við okkur, sko. Takk kærlega fyrir líka að hafa samband og takk kærlega fyrir að koma í Hafnarfjörð. Já. Hafnarfjörður sko mjög heppinn að vera með ykkur í bænina. Já. Ég vona að það hafi ekki verið fíluferð, bara Nei, fyrirgefðu. alls ekki, sko. Bara alls ekki. Fáið ykkur ykkar fyrsta kaffibolla. Já. Svo þið færið nú ekkert að sofa í nótt. Nei. Færið í sundi að fá ykkur Vesturbæris eða kjósið eða eitthvað, ég veit ekki. Heyrðu, takk aðeinslega. Takk hérlega. Bye. Bye. Bye bye.